Hérna höfum við þá yfirferð yfir próf 3 og það gekk alveg þokkalega. Hér eins og við byrjum venjulega, já. Sem sagt að hérna áttum við að teikna notlið og andlið og orðlið. Það er ágætt að skrifa sem sagt A og síðan ypsilon á notlið og A og B, andliðið og ypsilon og A og B á orðliðið og ypsilon á útganginn. Og síðan gera sannleikatöflu fyrir not, sannleikatöflu fyrir and og sannleikatöflu fyrir orð. Og síðan búlformúlu, sem sagt A með neitun saman sem ypsilon og A sinnum B saman sem ypsilon í and og svo A plus B saman sem ypsilon fyrir orð. Þá skulum við skoða þessar formúlur til að teikna stigarit eftir þeim. Og fyrsta myndin, þá höfum við, það er þessi formúla hérna, þið sjáu þetta, að við erum þá með A og B hérna, eða C og D. Þetta er þá A og þetta B náttúrulega, þetta C og þetta D og útgangurinn náttúrulega ypsilon. Okay. Síðan skoðum við næstu formúlu. Þá sjáum við það sem sagt að svíinn, hann hefur líka áhrif hérna og ég hef kannski verið að, ég má ekki svara náttúrulega neinu svona prófu, kannski hef ég ruglað einhvern við að svara einhverju. Ég vona ekki að ég hafi verið að rugla neitt með neinu. En við sjáum hérna að A er hliðtengt við B. Það er haldið innan sviga. Þannig að þá í rauninni, þá verður það að tengjast svona. Síðan, það er hliðtengt þá. Og þá breyt ég þessu hérna í B og hvað kemur B hérna. Síðan er það C og D sem er hliðtengt í raðtengingu. Sinnum, það er rauninni þessi tenging hér. Þetta er raðtengt hérna í beinu framhaldi. Þá er þetta hérna C, er það hérna. Og hliðtengt við D. Það er sett innan sviga því að það er hliðtengt saman og síðan raðtengt við hitt, við A og B. Ég spurði þig hvort þið mætti gera þetta svona prófum. Já, ég ruglaði þig, sorry. Já. Ég var bara eitthvað að hugsa eitthvað vitlaust, sko. Fyrirgeðu. Þess vegna stundum borgar sig ekki að vera að spyrja mig á prófi. Ég er ekki alltaf alveg að bara á einhvern veginn með hugan á réttum stað, sko. En þó að ég bara reyni að svona sko vara menn við ef menn eru eitthvað alveg á rangri leið, sko. En þetta gildi hver mynd, hver lína 1% af prófinu. Þannig að þetta er ekki kannski 10% eða þannig. Þannig að þetta er bara 1% sem að fór þarna í forgrunni. Hérna sjáum við að A er hliðtengt við ypsilon. Sem sagt, hérna inn í formúlunni er sjálfhelda úr útganginum eða snerta úr útganginum. Þannig að við byrjum að breyta þessu rás hérna að þá er ypsilonið í staðinn hér. Þá hérna set ég Q, náttúrulega fyrst og fremst Q1 hér. Og svo er þetta raðtengt við B, ok. Við verðum að hafa það þá
við verðum að taka þetta út. Þá höfum við þetta hérna B. Raðtengd B, síðan C-ið hliðtengt við allt saman. Plúsin skiptir liðum, þannig að C-ið verður þá að hliðtengjast yfir allt saman. Það höfum við þá hérna 3 og þá þetta hérna C. Já, með C hliðtengt við uppsilon. Þá er síðasta myndin svona. Og Ok, þá er það komið. Síðan er næst hérna að teikna inn á þetta hér. Ég geti bara nota snippingatúl í þetta. Skulum sjá. Það er hér. Ok, það sem við höfum að gera það er að teikna að vinna myndina hvernig við tengjum milli hliðana til þess að fá andvirkni. Þá munum við eftir því að við þurftum að nota 3 hlið og ég get haft þetta blátt og get ég ekki haft þetta aðeins sverra. Hvernig var það? Munið eftir því, getur maður aukið sverleikann einhvers staðar. og örin við pennan og það. Það kannski finnur við það. Já, customize, já, einmitt, takk fyrir það. Thick, prófa það og hafa þetta þá, já ok, þá þarf maður að breyta líka litnum. Black og, ég segi hérna bara blue til þess að sjá þetta betur. Svona, þá tengjum við saman hérna, svona, til dæmis, og saman hérna. Og segjum að, já þetta er náttúrulega erfiðar að skrifa inn á þetta, en þetta er þá annars vegar er A og hins vegar B. Inngangarnir. Svo tengist þetta áfram, ég ætla aðeins að hafa þetta medium. Við tengjum hérna til dæmis, og sjá, allir við getum ekki farið með þetta hérna fyrst. Já. Ég var bara að spekula hvernig ég ætti að tengja þetta án þess að svona án þess að krossa einhvers staðar, án þess að þeirra þetta hérna en ég sá einum stað að það var tekið saman. Ég dró eitthvað pínlítið frá fyrir því ef við tækjum þetta hérna saman svona eins og í einn kapal eða eitthvað svoleiðis og kannski sér maður ekki nákvæmlega, já það skiptir ekki máli við hvort innganga kemur en það er kannski ekki alveg rétt. Hérna er rauninni þá útgangurinn bara upsilon. Þetta er þá andvirkni. Ok, síðan er sem sagt að tengja merkingar A, B og Y, það er komið, A, B og Y hérna. Sem á eftir að gera hérna líka er að sýna hvernig spennugjafinn er tengdur inn á rásina. Ég ætla að fá hérna, já, þetta sést betur svona. Ég ætla að fá hérna rauðan penna kannski, af því að plúsin er rauður, ok. Já, 14 fer í hérna. Þetta er nógu svart og síðan svart fyrir mínusinn. Svart, ok, fyrir mínus, þá tengist það hér. Kannski að betra að hafa aðeins sverra. Svona, svartu fyrir mínus. Og svo er þetta að tengja ónotaða innganga. Ég ætla að hafa þetta blátt. Og ónotaðar inngangar tengjast bara stystu leið í einhverja spennu og gjafarspennu. Og má alls ekki tengja neina útganga. Já, ég gera það. Já, það er einhver smá mínus fyrir það. Ok, passa ykkur á því. Það má ekki.
Því að ef að maður til dæmis að svona rás tengir 0 hérna, þá verður 0 að 1 og þá myndir skamleipa útganginn, þann tengist þá við 14 volta spennuna hérna og tengir útganginn, þá þú tengir þristið niður í mínus, þá færðu skamleipi í rásina, þá hitnar rásin, í sér rásin. Passaðu ykkur á því, alls ekki tengja þetta, getur orðið þannig. Ok, þannig að þá erum við búin að klára þessa mynd hérna, gott mál, og þá er næsta atriði. Hérna var sannleikatabla sem ég setti upp. Þetta eru úr verkefni 5 og við ætlum að setja þess að ég á að gera hérna að skrifaðu hátt gildi í sannleikatöfluna við tölugildi 10 og 14. Og hérna þá byrjum við nefnilega í 0, ekki satt. Og svo kemur 1, 2, 3 og svo framvegis. Hérna alveg allar leið niður í 15. Ok, þá þurfum við að finna hvar við endum í 10. Bara byrjum af því að merkja þetta inn. Ég ætla að taka hérna, bara mynda þessu líka. Svona, og þá er þetta hérna bara 0. Já, þess að minnka þetta. Og við erum að setja háttgildi við 10. Fyrst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setja háttgildi hér, það áttu að gera. Við sjáum það líka, þetta passar. Þessi biti hérna, A, hefur gildið 2 í 0-veldi, 0 eða 1. Næsti biti B hefur gildið 2 í fyrsta veldi, 0 eða 2. Og næsti hérna C, hann hefur gildið 2 í öðru veldi, 0 eða 4. Og næsti hérna D, hann hefur gildið 0 eða 2 í þriðja veldi sem er 8. 0 eða 8. Þannig að 8 pluss 2 eru 10. Og þess vegna hefur háttgildi hér. Það er 10, 11, 12, 13 og 14. Þar áttu að setja líka háttgildi. Og þá erum við með 8 pluss hérna 14, já. Þá leggjum við saman hérna, þetta er 8 og pluss 4, 12 og svo pluss 2, 14. Og þá höfum við hérna háttgildi hér. Og þá erum við með þannig stöðu á þessu að í 14 þá höfum við háttgildi á B, háttgildi á C og háttgildi á D. Þannig að A-ið er eina sem er með 0 og til þess að fá háttgildi hérna út fyrir tölugildi 14 neðri, þá þurfum við að vera með andhverfan útgang á A-inu, sem sagt A með neitun. Og þess vegna segi hérna í textanum að við höfum að fá hérna, eða nota A, B, C, D eða A not, B not, C not og D not til þess að fá. Hérna er þá fyrst tölugildi við 10 hátt út. Núna er ég búinn að merkja við 10 og 14 og nú ætla ég að taka þetta hérna inn í snipping tool og fæ hérna bara þessa mynd hér og þá set ég sem sagt fyrir 10, þá höfum við A með neitun og C með neitun. B er bara venjulegt, C er með neitun og D var með háttgildi, D er ekki með neitun. Þannig að þetta er fyrir gildi til að fá tölugildi við 10, svona. Seinni, þá var það við 14 og þá erum við að hafa alla bitana B, C og D með háttgildi, 8 pluss 4, 12 pluss 2, 14. 15. er A-ið og hann er í 0, þannig að ég verð að nota A not þar. Þetta gerðum við í verkefni 5.
A og svo kemur B með háttgildi C og D. Þetta var alltaf sumt. Já. Ég gerði þetta nákvæmlega eins nema bara byrja á C uppi og svo A niðri. Þetta var vitlaust. Nei, það skiptir einhver máli í hvaða röð þú setur það inn á hliðið. Bara að þetta sé rétt. Sko, hvað er A-not og B-not og hvar neytaninn eru. Bara neytaninn séu á réttan stað. Og þá förum við í minnisrásinnar. Þá áttum við að teikna NOR, flip-flop, og þetta gekk nú yfirleitt bara mjög vel, allt þetta. Ég var mjög ánægður með það. Njú hérna og þau munduð eftir hvaða merki skipti honum og nú ætla ég að reyna að gera heiðarlega tilraun til þess að teikna þetta upp. NOR flip-flopinn. Svona, ég takk við viljan fyrir verkið. Svo þarf að vera eitthvað smá bil hérna á milli, svona. Og hérna neytunin og svo fáum við hérna, hér er sko Q að ofanverðu og Q-not að neðanverðu. Það er alltaf fast. Set er að neðanverðu og það var meiri hlutir sem var alveg með það algjörlega á hreinu. Og reset að ofanverðu hérna. Svona. Síðan tekist þetta svona yfir og hérna yfir. Ok. Óæskileg staða, sem ég held að allir hafi náð því að gera það rétt. Það var háttgildi á báða innganga. Og hvað er þess að staðan úr útgangunum við óæskilega staðu? Þá þvingast báðir útgangarnir í 0. Og flestir svöru þessu alveg hárétt. Þetta er málið, ok? Það var bara einhver, ef ég man rétt, óvart tengdi saman hérna og þá fekk hann ekki fyrir þann lið en útgangunum voru réttir, kannski líka merkingin á inngangunum og þetta hérna hafði líka áhrif. Sem sagt, þetta var 10% gildi fyrir þetta lið, þá gildu inngangurnir 2%, 4 fyrir útgangana, 6 og 8. Ef bara myndin var vitlaus, þá fengum við væntanlega 8%. Ok. Engar spurningar varðandi þetta? Nei. Þetta er allt í góðu lagi. Þá hérna förum við í næsta lið. Hvað var þar? Já, það var að teikna stigarit. Þá þarf ég líka aftur að taka mynd af þessu. Svona. Þetta var svona aðeins stærri formúla heldur en að við vorum með í fyrsta. Aðeins meiri áskorun í þessu. Ok, þá þarf ég reyna ekkert annað en hérna, sjá formúluna og síðan að teikna inn á þetta hér. Sem sagt, byrjum á A hérna. Var þetta vitlaust eða? Og það er hliðtengt við B, C og Y. Það er haldið saman í þessum sviga. Ok, nú ætlum ég að reyna að... Er þá C og Y þarna raðtengt við B í rauninni? Já. Og hérna, ok, þá ætlum ég að teikna þetta hér, ég þarf að merkja hvað er hvað. Svona. Getum við, ég ætla aðeins að taka þetta, sjá hvort ég næ ekki að gera þetta. Einna.
svona og síðast hérna og síðan er það D-ið, kemur hérna. Það er raðtengt við svigann. Svíinn er aðeins að fara hérna og setja hérna annan lit á svigann. Það er að setja svigann. Þetta hérna er svíinn, skiljið. Þetta er það sem er innan svigans. Ég ætla að merkja þetta á eftir og ég fara aftur í bláan og hérna síðan plúsin skiptir liðum þannig að E-ið hliðtengst yfir allt saman. Þannig að þetta hérna kemur út í útganginn. Þetta er Y. Ég skrifa það strax hérna, þetta er Y. Og E-ið, það kemur hérna frá og hingað, svona. Þannig að þá eftir að merkja þetta, þetta er E-ið. Þetta er D-ið. Þetta hérna er A-ið náttúrulega. Og B, C og Y. Svona er þetta. Það sem gildir þarna er það að svíinn hann heldur ákveðnum hlutum saman. Þetta er svo sagt eins og út úr sviganum komi einn útgangur og það er rauninni, kannski má segja að útgangurinn er þessi hérna. Þetta er útgangurinn út úr sviganum. Það er A sem er hliðtengt við B, C og Y sem er raðtengt. Ok, herri, þá erum við komin við þetta. Nokkrar spurningar frekar. Það verður þá ekki annað farna í einhverjar fleiri rásir, en það er býður kannski betri tíma fyrir ykkur að ykkur. Já, spurning? Bara langar að vita hvað ég fekk. Ok, setjum aðeins á pásu hérna. Þá erum aftur komin á upptöku og þá minnka ég þetta og við förum á næsta lið og það var segulstýringu breytt í stigaritt og við höfum notað þá aðferð að setja stopprófan hérna bara síðast í stigarittið og hafa þar sem sagt reset á alla þessa þætti sem eru með sjálfheldu. Við þurfum að hafa reset á öllum hérna, reset á Q, einum, Q2 og hvað er K4, það er Q3. Já, K4 er Q3, þannig að við höfum reset á þau líka. Þannig að, nú er bara spurning hvort að ég nægi að þá hef ég bara forritið hérna. Ég ætla að reyna að rífa þetta upp og ég held að ég sé í mynd hérna. Já, ég er í myndaupptökunni hér. Þannig að þetta hefur ekki áhrif. Ég ætla þá að breyta þessu hérna. Þá er þetta hérna. K1. Og hér vorum við með S1, S1 kemur síðast, það kemur þá I2 hérna, sem er þá S2. Og hér höfum við sjálfheldu, K1, það passar. Þetta hérna er þá væntanlega I4. Já, ég ætla að breyta þessi I4 hérna
og síðan sem sagt, hérna má ég ekki vera með neitun. Það var sömu sem að gerðu það óvart. Ef það er innkomandi rofi, aðeins að sýningur þetta hérna, ef það er innkomandi rofi hérna með neitun, þá má ég ekki setja neitun í forritið vegna þess að hann myndi gefa samband inn á eintöluna og þá gefur hann samband hérna í stigaritinu, í gegn. Og það er nóg. Þá má ég ekki setja neitun hér, því að þá má ég ekki setja neitun vegna þess að þá er ég að snúa virkninni aftur við, skiljið. Ok, það er bara svona eitthvað sem við þurfum að halda alltaf í minni, hafa í minni þegar við erum að... Á ekki verið svona K2 líka? Jú, ég á eftir að setja það inn. Hann, hins vegar, verður að vera með neitun. Því það er innan stigaritsins. Þá set ég, þetta er Q2 og K2, hann verður að vera með neitun. Þetta verður að vera svona. Ok, svo kemur næsta. Það er E3 og það er S3. Síðan kemur útgangurinn hérna, já, ok, já, S5 kemur næst, beinni línu, það er þá E5 og ég má ekki vera með neitun þar því að það er innkomandi rofi, þetta er svona markrofi sem að má ekki vera með neitun. Þar hliðtengjum við svo að sjálfheldu úr Q2 svona yfir og hér erum við síðan með snertu úr Q1. Það verður að vera neituð. Nei, þetta var ekki á Q4. Sorry, snertu úr Q3. Svona. En ég verður að merkja hérna K4 eða ekki. Svona er þetta. Þetta var S5. Nei, S5. Svona. Og útgangurinn hérna er þá Q2. Tímaliðin kemur svo hérna, alveg rétt. Hann tengist þá, þetta er þá T1. Hvað, ég setja 5 sekúndur hérna. Smellum á accept hér og hliðtengjum hérna yfir. Hann hét K3. Ég að setja það inn. K3 hérna. Og þá komum við beint að snertu úr tímalegan, ekki satt, næst. Það er gott að þið eru með myndina. Í upptökunni þá erum við með þetta hérna. Þá er tímaliðin hérna með snertu, hliðtengt við þá K4 sem er Q3, sjálf þetta, S6 neituð markrófa snerta og svo erum við víxlsnertu úr Q1, hérna, K1. Hérna K4 verður Q3. Ok, svo að hérna, þá byrjum við á snertu úr tímaliðanum, T1, sem við gefum strax inn sem K3 og við hliðtengt þar er Q3 með sjálfheldu. Tengjum við það hér svona, síðan kemur S6, I6, hann má ekki vera með neitun af því hann er neitaður inn á vélina og síðan kemur neitun frá Q1. Q1 er með neitun hérna og útgangurinn er síðan Q3. Takk. Svona. Segja það sem við hefum eftir Ámar að hafa er stoppið. Ha? í Q1. Ég setti sko set. Er það vitlaust? Sko, í þessu tilfelli breytir það ekki miklu sko, vegna þess að sko, þú ert með sjálfheldu hérna, getur í einhverjum tilfellum hérna hangið inni ef þú ert með hérna stopp hér á leiðinni, skilurðu, þá getur ekki tekið út sjálfhelduna ef þú ert með set hér. Jú, það getur verið mjög slæmt. Þannig að þú hefur fengið eitthvað svona mínussteg fyrir það.
Já. Á ekki að vera I2 uppi að því S2 heitir I2 í tengingu. Já, þetta á að vera I2, alveg rétt, hárrétt það er, þakka að kjalla fyrir. Þetta á að vera svona, snillingur. I1, síðan S1, því að ég þarf að laga þetta hérna, komið vitlaust komment á þetta. Þetta er náttúrulega S2, ég þetta vitlaust hérna S2, svona já, svona þetta. Og síðan er stoppið, eftir að græja það, þar verður vera með neituna því að það set ég á reset allt saman. Þetta þarf ég að laga hér af því að við hafið hérna vitlaust í byrjun. S1 heitir þessi. Hann var hérna efst uppi og nú er ég að græja stoppið. S1, hann er normally closed, kemur inn á vélina og ég verð að neita honum aftur hérna svo ég fá ekki bara reset merki á alla útganga strax. Þannig að ef að ég ríf strauminn inn á innganginn þá verður þessi virkur og þá fæ ég reset á Q1, reset á Q2 og reset á Q3. Svona, já. Hann er venjulega lokaður, hann á að rjúfa strauminn, ekki? Jú. Já. En hvernig getur þú rofið strauminn? Sjáðu, það er tenging hérna, þá er tengingin frá stoppráðunum, S1, fer inn á inngang I1 á inntölunni. Það er alltaf straumur þar, inn á. Alltaf straumur þar, þannig að ef það væri straumur þar og hér er neitun, þá breyti ég einum inn á inntöluna yfir í 0. Þannig að ég er ekki með stanslausan straum á resetinu. Ef ég væri með stanslausan straum á resetinu með því að vera með enga neitun hér, þá kæmist ekkert í gang, skiljum. Þá er allt stopp, forever. Það er málið. Getur þú sagt því hvað ég gekk fyrir þetta? Nú er ég búinn að fara í gegnum þessa mynd hér og þá get ég farið í smá pásu í upptökunni og þá færum við okkur yfir í það. Já, hérna er verkefnið. Verkefni 7, það er stigarit með tímaliðum og við vorum með líka tengiskrá og þetta var svona að 3 blásarum M1, M2 og M3 er stjórnað þannig að þeir dragi ekki reisistraum á sama tíma. 3 þrýstirófar eru notaðir til að velja fjölda af blásarum. Ef þrýstir á S1 kemur aðeins M1 inn. Hann gengur í 3 mínútur og stöðvast eftir hann tíma. Ef þrýstir á S2 kemur M1 inn og eftir 0,5 sekundur kemur M2 inn. Þeir ganga í 20 mínútur og stöðvast eftir hann tíma. Ef þrýstir á S3 kemur M1 inn, eftir 0,5 sekundur kemur M2 inn og eftir 0,5 sekundur kemur M3 inn. Þeir ganga saman í 10 mínútur og stöðvast eftir hann tíma. Og sko, tíminn telur þá frá því að síðast er komin inn, M3. Ég held að það hafi verið skilið rétt. En í rauninni myndi ég gefa rétt fyrir hvort ekki. Þó menn byrjuðu á þessum tímaliða frá M1, það hefði ekki breytt neinu með fyrirgefina, fengið rétt fyrir það eða hefði gengið rétt frá því líka. En tíminn má líka byrja að telja þessa 10 mínútur frá því að síðasti mótorinn kemur inn, M3. Síðan, útiloka skal meðan blásararnir ganga að hægt sé að setja í gang aðra ræsimöguleika nema að stöðva sér fyrst með S4. Það verður að stoppa alltaf á milli með S4. Það verður að setja í gang. Og með S4 á að vera hægt að stöðva blásarana hvenær sem er. Og hérna er listin yfir innganga og útganga og þetta eru þrýstirófarnir S1, S2 og S3 til þess að ræsa, stopprófin er S4 og segurófarnir K1, K2 og K3, þeir eru fá straum frá Q1 útgangi, Q2 og Q3. Svo að þá er bara að skella sér í stigaritið og þá þarf ég að
að byggja það upp. Og þá hérna byrjum við á, er eitthvað vit ég að halda þessum númerum, K1, K2, K3? Jú, Ekki bara byrja upp nýtt eða? jú, ég bara þurrka þetta út og þá er ég með nokkrar merkingar hérna sem að passa. Nema að Q3 er K3. Það er eina sem ég þarf að laga hérna. K3, svona. Og þá bara tek ég þetta út. Og þá byrja ég bara hérna á því. Ég ætla að nota innri útganga í þetta og síðan að sem sagt byrjum á S1. Hann á að ræsa þetta, það er í 1, það passa, það er S1 og hann setur inn, ég ætla að hafa innri útgang sem að er M1 og það set ég á set M1 og þá kemur í rauninni mótor 1 inn. Varstu mikið að pæli þessu með hvort maður setti set eða reset eða var þetta eitthvað sem... Já, það skiptir líka máli sko, þá bara hluti af þessu er að setja set og reset. Sérstaklega í þessu hérna og við setjum snertu úr Q1 hérna til þess að setja tíma inn. Halda straumi á tímaleiða, þetta er mjög mikilvægt og hérna í þessu hérna þá erum við að taka, hvað var tíminn á þessu hér? Það skiptir ekki öllu máli. Þetta voru... Þetta er hálftími sem þetta á að vera sko. Já. Þannig að hann gengur, já við setjum bara 5 sekúndur á þetta núna ef við skiptum prófa þetta eitthvað og þá sem sagt eftir þennan tíma þá endur setjum við T1, gefum það samband út á reset á M1 og ég get sett náttúrulega hérna í kommenti sko þá mótor 1. Ég var með þetta á. Svona. Og þetta er semst innri útgangur sem ég á eftir að tengja síðan frá innri útgangi út í ytri útgang. En byggja upp stýringuna með innri útgangum fyrst. Þannig að hann tekur út þennan og ég er ekkert búinn að ganga frá neinni útilokun frá hinum. Næsta, það er S2. R2. Hann tengir út á, ræsum aftur sem sagt M1, en nú ætla ég að nota næsta lausa innri útgang, þannig að ég sé ekki alltaf að setja sömu innri útgangana í gang. Þannig að hérna setja líka mótor 1 inn með þessum hérna. Þá set ég bara M hérna, 2 og þetta líka mótor 1. Hann fer í gang og síðan er tímið þar á milli, þá er ég að setja snertu úr M2, það er mótor 1 sem er að fara í gang og svo set ég tímaleiða T2, ég set bara 5 sekundur á það líka svo að, þetta tókst ekki hjá mér því ég verði að smetla á accept, ok, og það er T2 hérna, T2 svona og hann setur þá yfir á næsta SM, þá kemur 3, þetta er mótor 2, þá ganga þessi 2 saman í ákveðin tíma, þessi kemur inn, setur inn á næsta mótor og hann, Siggi, já, Máttu ekki hafa bara
þú veist, þess að ræsa S1, I2, máttu ekki bara M1 og M2 hliðtengda í endan frekar, af því að þú veist, upp á það. Jú, það verð ég að fara með frá ytri útgangi frá kúi, skilurðu. Já. En sem sagt þannig að þá er ég með M1 hérna í þessu tilfelli, hann ræsir mótor 1, þá hef ég hann hliðtengdan við M2, af því að hann sendir líka straum á mótor 1, skilurðu. Jú, það er alveg hárrétt. Þá hef ég þessa tvo, M1 og M2, innri útgangana, hliðtengda í lokin. Ég er að tala um að þeir tala um sko mótorna, þú veist, M1 er mótor 1 og M2 er mótor 2. Já, þetta er svolítið rugglingur, skilurðu, M1, M2, innri útgangar og svo M1, M2 fyrir mótorana. Við þurfum bara að lifa við það að þetta eru sömu bókstafarnir, því miður. Sami bókstafurinn, M1. Þetta er síðan tíminn fyrir þá til að vera saman inni. Þetta var þá voru T3 til þess að hafa inni einhvern ákveðinn tíma. Ég seti aðeins lengri tíma, kannski 10 sekúndur eitthvað svoleiðis og þá, ég var búinn að resetta M1 en hérna setjum við þá straum frá T3, hvað T2 var að setja inn næsta, já, þá er þetta T3, þá setjum ég straum þaðan til þess að resetta bæði M2 og M3. Já, sérst innri útganga. Því að ég setti í gang sett M2 og sett M3 fyrir mótor 1 og mótor 2. Þið skiljið hvað ég er að gera. Ég er að byggja þetta upp með innri útgangunum. Tengi hérna á milli. Þá er ég búinn að keyra sem sagt þetta en ég á eftir að ganga frá útilokuninni. Við verðum bara að skoða það í lokin, hvernig við gangum frá því. Síðasta. Þá ræsi ég frá I3, ekki satt. Það er S3. Hann setur alla þrjá inn. Núna set ég bara næsta lausa inn í útgang, skiljið. Sett M, hvað er næsti lausi? 4, SM4 og tek snertu frá honum. M4 hérna. Út á tímalega, næsta lausa tímalega. Skiljið, þetta er alltaf svona keðja. Setja útgang á, taka snertu frá útgangi, senda út á tímalega útgang. Og þá er ég að tala um 4 hérna. Set tíma hérna bara 5 sekundur til þess að geta að skoða þetta. Síðan þegar tíminn er búinn þá kemur næsti inn. Það er M5. Set snertu frá honum hérna og M5. Þá kemur SM5. Já, í rauninni þyrfti ég ekki að hafa sett hérna. Ég gæti látið þennan halda þessum inni og þennan halda tímalega inni og svo hvað. Fyrirgefðu. M5. Fyrirgefðu, ég ætla að segja M5 af því að ég hef búið með M4. M5. Sem sagt, M4 er þá mótor 1. Aftur. Af hverju þetta skipta útgangar? Vegna þess að við skrifum, það er aðalreglan er svo að skrifa útgang bara einu sinni. Sérstaklega ef maður er með venjulegan útgang, ekki sett og reset, ef maður er venjulegan útgang, þá er það algjör regla að skrifa hann bara út einu sinni. Annars kom upp vandamál sem á ensku eru kölluð, sem að ástæðan er þessi að hafa skrifa 2 sinnum sama útganginn út, að þá er það kallað double coil syndrom. Það þýðir það að þá er útgangurinn kannski seinna í forritinu, hann er að hafa yfirráð yfir útganginn, sama útganginn sem er skrifaður fyrr í forritinu, í stigritinu.
gefur bara error einhvern tímann. Já, eða bara stigaritið, það virkar ekki eins og þú vilt að það virki. Það er ástæðan fyrir við erum að gera það svona. Mótor 1, mótor 2. Og síðan á snertu frá þessum hérna M5, innri útgangi M5, út á tímaleiða til þess að setja mótor 3 inn. Þá er það næsti lausi, hann er nummer 5. Sett bara stutt á milli þeirra. Ok, allt í lagi. Og snerta úr honum og út á útgang. Næsta lausa sem er M6. Já, ég var að segja að ég gæti líka sleppt því að vera með sem sagt set. En ok, ég skal bara halda þessu svona. Set M6. Svona. Og svo heldur sá útgangur straumi á tímaleiða. Þetta er mótor 3. Býtum við. Ég ætla að minnka þetta aftur aðeins niður svona. Og þá fer það út á tímaleiða sem að er fyrir það hvað er ganga lengi samtímis. Og það er T6. Setjum það í 10 sekúndur. Og þegar hann er búinn, þá rífur hann af öllu. Snert hann frá honum, T6. Hann fer á reset á M. Það er 4. Það er mótor 2. Og reset á M6, það er mótor 3. Ok, so far so good. Við eigum eftir að ganga frá útilokuninni, en eigum að setja stoppið strax hérna. Það er mjög einfalt að gera það. Það var S4 var það ekki. Förum aðeins hérna í, það var S4, það var stoppráin, venjulega tengdur, námlega closed. Og það tökum við frá E4 hérna. Og ég ætla að setja rétta merkingu á það, S4. Og hann verður að vera með neituna því hann er normally closed. Eins og þarna. Hérna verður ég að vera með neituna, já. Það er ekki rétt að hafa ytri útgöngu bara M1, M2 og M3. Þú ert að gera þetta. Þessu staða á mótornum. Já, þú veist. Reset. Já, sko, Ertu ekki að fara að gera reset? ég er að fara að resetta innri útgangana, Já. alla. Og þetta er að reseta ytri sem það er. Bara mótornum. Nei, ég hef þá bara með venjulegum útgangi. Já. Kannski ætti ég að byrja því að setja hérna straum frá innri útgangum út á ytri útganga. Gerum það bara. Setjum hérna frá M1 og það var líka M2. Hann fór líka út á Q1. Það er sem sagt, ef það er Q, það er Q1. Það er K1. Það er mótor 1. Sjáðu, svo kemur hérna snerta úr M3 og hvað var mótor 2 annað og mótor 5, M5. M5. Býtum við, það voru 3. Það voru 3 sem tengdust. Það var mótor 1 hérna í síðasta liðnum. Var það M4. M4 er mótor 1 líka, já, ég glemdi honum. Það er M4. M4 hérna, hann tengist líka út á Q1, sem er í rauninni mótor 1. K1, ég mert hérna K1 og það er líka, ég skrifa bara M1 eða mótor 1
kemst það fyrir, mótor 1, já, kemst alveg fyrir, mótor 1. Og svo kemur næsta, þá það innri útgangur M3, það mótor 2, M5, það mótor 2, já, ég bara með þetta tvissunum það ekki, jú. Og það Q2, það K2, mótor 2. Mótor 2. Og síðast M6, já, það kemur bara einu sinni inn. M6, það mótor 3. Út á Q3, mótor 3. Þetta eru ytri útgangarnir sem við tengjum frá innri útgangunum. Við byggjum upp stýringuna með innri útgangum og hendum svo með snertu út á ytri útgangana í lokin. Sko, ég get sett stoppið hérna á allt hérna, við klárum það fyrst frá. Þetta var I4, það S4, setja á alla innri útgangana. Reset á M1 og svo framvegis. Og M5 var eitthvað hérna M6. Já, það var mótor 3. Það var ekkert meira. Það var ekkert, þessi var ekki til. Nei. Ok. Allt í lagi. Og þá tengjum við þetta hérna upp. Svona. Þá erum við búin að útbúa stoppið á stýringuna. Allt í góðu. Núna skulum við pæla aðeins í hvernig getum við útilokað það að hinar ræsingarnar, möguleikarnir komi inn. Aha. Þú ekki að snertu frá I1 í hann, ef hann inni þá resetur hann I2 og I3. Já, inntillaga svo að vera með I1 hérna, hann sé með snertu fyrir framan I2. Já, í rauninni. Eða hérna. Rjúfistrauminn á hann. Rjúfistrauminn hérna. Jó, og eins hérna síðast. Svo náttúrulega gerur bara þú veist fyrir, þú ítir á I2, þá rífur hann strauminn, þá þetta að gera öðruvísi. Nei, þá rífur hann strauminn á I1 og I3, Já. og svo með I3 og þá rífur hann strauminn á I1 og I2. Er þetta ekki eitthvað sem getur virkað? Við skulum bara, jú, það er mjög líklegt. Það er mjög líklegt að þetta eigi að geta gengið upp. Ef við setjum hérna, ef að hérna, þannig, en sjáðu til, ef þú þrýstir bara á hann, skilurðu, sleppur hann aftur, þá getur þú kannski ýtt seinna meir á I2, skilurðu, hann helst ekki inni. Jú, lausnin er alveg rétt, lausnin er að taka snertu úr innri útgangunum. Það er málið. Tökum M1 snertu, sem sagt, ef að M1 kemur inn, þá mega hinir ekki koma inn. Þá fer ég frekar með frá S fyrir S2 hérna, ég tek þá snertu hérna úr M1, normal close snertu, þannig ef hann kemur inn þá get ég ekki sett M2 inn, skilurðu. Sama með I3, neitað snertu úr einum hér. Ef að ég þetta, þá er ég búinn að útiloka hinar. Ef að ég set I2 möguleikann í gang, þá er ég að taka út I1,
það I2, það var M2. Þá á ég að hafa neikvæða snertu úr M2 hérna. Og neikvæða snertu úr M2 hérna. Ef ég set I3 hérna í gang, þá eru M4. Þá eru M4 að vera hérna með neikvæða snertu og M4 útilokkar að einn fyrsta komist í gang. Haldið að þetta myndi ekki virka. Því að þá ef að allan tíman, við verum að tryggja það allan tíman meðan að þetta ferli í gangi fyrir viðkomandi rofa, þess að þegar bara einn rofi þá fara hinn ekki í gang. Síðan slökkum við á milli með S4 hérna, þá bara tökum við allt saman út, resetum allt saman. Ef að prófa rásina, setjum við í gang. Núna ætti hún sennilega að fara að vinna. Tökum hérna, já, nú að tjekka öllum rofunum, hvernig staðan á þeim. Þeir eru síðasti I4 er normally closed. Annars fær ekkert í gang. Svona, mér sýnist þetta sé allt í lagi svona. Við höfum ljósin hérna nálægt, þannig að við sjáum þetta hérna, já, því það þetta hér. Og þá þarf ég að ræsa hérna með S1. Gælt klárt? Jú, setjum einn inn. Og hann gengur í ákveðinn tíma og síðan fer hann út. Var ekki þannig sem átti að virka? Jú, ég held það. Síðan, ef ég ræsi hann aftur, reyna að ræsa eitthvað annað. Tjekkum á því. Reyna að ræsa þetta, reyna að ræsa með S3, það virkar ekki. Reyna að ræsa með S2, það virkar ekki. Býtum nú við. Hvað gerist hérna? Ég hef einmitt einhvern veginn sett á báða, náði að setja á báða samtímis, virðist vera. En á meðan að hann inni, þá get ég ekki ræst hérna. Það passar. Ok, núna ræsi ég með S2. Svona. Þá kemur mótor 1 eftir inn. Býtu, hvað er ég með hérna? Ég er með vitlausa snerti hérna. Sorry. Þetta hefur verið... Var ég með þetta allan tíman áðan? Þetta var M1. Fyrirgefið þið. Þetta er M1. Mótor 1. Það er líka síðan á að gera hitt verkefni 6, eða dæmi 6. Þetta hefur verið frá því? Já. Akkurat. Það var að hérna, vist þetta til öryggis. Svona, ok. Sem sagt, ég ræsi hérna með S2, sett í gang aftur, ræsi með S2. Þá fæ ég 2 inn. Mótor 1 og mótor 2, Q1 og Q2 er inni. Ég reyni að setja 1 í gang, hann er stoppaður hérna af og ég reyni að setja þristinn í gang, hann er stoppaður af hérna. Svo stoppast það bara, eðlilega, eftir ákveðin tíma. Þannig að ég get ekki sett hitt í gang á meðan. Ég ræsi síðasta möguleikan, þá get ég ekki sett þetta í gang, ég get ekki sett efsta í gang heldur. Ég er búinn að útiloka það. Ok, þetta virkar, hann er að fara inn, allir 3 mótornir eru núna komnir í gang og núna ganga þeir saman í 10 sekundur hjá mér. Ég reyna að ræsa eitthvað aftur, það virkar ekki. Svo bara slekkur hann á þessu og þá get ég byrjað upp á nýtt. Þannig að þá erum við búin að fara í gegnum það að þessi rás, hún virkar rétt. Ok. Það er bara þessi hlutur að muna að setja útganginn á, halda einhverjum útgangi inni, ekki þannig að þurfi að halda startrófa, þrýstirófa inni allan tíman. Það er ekki gott, heldur bara að gefa inn á sett útgang, stuttan púls
og snerta frá útganginum, hún snertan tengir út á tímalega til þess að byggja áfram virknina, skiljiði. Snerta frá útgangi sem með sett helst inni heldur straumi á tímalega. Það tímaliðin verður alltaf að fá stanslaust merki frá háttgildi inn á sig frá snertu sem inni og þegar tímaliðin búin að telja þá getur hann farið að gera eitthvað, setur inn næsta eða slekkur hérna og svo framvegis. Muniði það, þetta þarf alltaf að vera svona keðja. Já, allt í lagi með það. Allt í lagi með það. Var þetta fleiri liðir? Hérna, já, hvað er ég að koma? Á ég ekki bara að prenta þetta út og leyfa okkur að fá þetta? Það er miklu einfaldara heldur en að vesenast með þetta í mynd. Þannig að ég bara prenta út svo að þið getið lært að því hvernig eru svona rásir settar upp. Ok, það er betra. Já, auðvitað hefði þið getað gert þetta samtímis auðvitað er þetta til í upptökunni og þið getið gert þetta inn í EasySoft eða einhverju forriti, sem sagt, stigaritsforriti. En, sem sagt, þá ætla ég að segja upptökunni lokið og þá erum við bara búin að fara yfir þetta próf 3. Sjá, núna get ég stoppað.